Kesla stundugt fyrirtæki með 260 starfsmenn þar sem allar vörur þeirra eru framleiddar í Finnlandi. He will take with us short trip inside the factory, and you can ask whatever you like to know. Fyrir 60 árum átti bóndi að nafni Antti Karkajan í basli með grjót í túninu heima hjá sér í Kesla. Hann fann upp búnað aftan á traktorinn sinn til að lyfta grjótinu og upp frá því var stofnað Kesla, eitt virtasta skóvélarfyrirtæki í heimi. Við erum staddir núna í samsetningarlínu Kesla í Kesla-verksmiðjunni. Allt sem notað í Kesla-framleiðsluna framleitt og gert í Finnlandi. Allt frá stálinu, vökvaslöngurnar og allir ísetningarhlutir. Stálið sem notað í Kesla-bómurnar stál frá 3 til 5 mm og styrkurinn sagður vera 700. Í venjulegu smíðastáli hann yfirleitt 355. En í Kesla-bómunum hann 700. Se var það. Helstu vörur frá Kesla timburvagnar, högghausar, kurlarar og síðast en ekki síst kranar af öllum stærðum og gerðum. If you have quick connectors, it only takes you 15 minutes or 10 to take the harvester head off. Rip this out and take harvester head off. Okay. Here you can see working lights in the outer boom. These are really good tools when you need to work in the dark conditions. This kind of good LED lights are on both sides of the boom and always aimed directly on the grapple. It takes almost 8 hours for testing a head, so that hydraulic components are working perfectly. Has to work that 10,000 hours without any bigger problem. Hérna erum við staðsettir í samsetningarlínu á uppskeruhausunum í Kesla-verksmiðjunni. Á hverju ári eru framleiddir hérna 400-500 hausar á þessari línu og þeir eru allir prófaðir hérna í þessari stöð. Og hvert próf á hverjum haus getur tekið alltaf 8 tíma eða heilan vinnudag. Það sem þeir þurfa að fara yfir alla virkni á bæði vökvahlutum og rafmagnshlutum í hverjum haus. Og tryggja það að þetta standist þær kröfur að vinna alltaf 10.000 tíma út í skógi í fullri vinnu svona hnakklaust án allra stóra bilana. Þessi haus gerður fyrir gröfur, stærri vinnuvélar af því að hann alltaf 800 kíló og hann ætlaður til þess að ráða við mun stærri tré til að afgreina með mikið þykkari greinum heldur en hausarnir sem eru með spólunum. Really simple tool for taking branches off and cut the timber. Hérna erum við með afgreinara fyrir sverari greinar aftan á traktor. Þetta kemur bara á þrítengið aftan á traktorinn. Þetta gerir svipaða hluti eins og stóri hausinn sem við stóðum við áðan sem var á gröfurnar. Þetta ræður við mun sverari greinar heldur en prosessorhausarnir sem eru beint á kranar með spólunum. Og þá þetta hugsað fyrir stærri tré sem eru bara felld með keðjusög og svo koma þeir á traktornum upp í skóginn og leggja tréin í þetta. Klemmir utan á stofninn og dregur tréið í gegnum hnífana hérna og afgreinar það. Það ekki nein sjálfvirkni í uppskjörumælingum eða neitt í þessu. Þeir hugsa þetta út frá því að það bara eitt slag 1 meter. Og svo eru þeir með sög hérna á endanum eins og í stærri hausunum, bara keðjusög. Diameter was something like this. I felt those trees down. I took first log away manually with the chainsaw and I processed it, took branches off and cut it with this processor. And there was about 50 centimeters of snow and it was easy. Hérna erum við með lítinn klippuhaus sem gengur á kranana á traktorana. Þetta rauninni bara kló hérna og svo hnífsblað. Og með þessu hægt að klippa tré alveg upp í 20 cm. Þeir eru með vökvasílindri hérna þannig að þeir geta
rétt klóna upp á hlið til að grípa í trén og haldi við og svo fella þau bara niður. Svo hægt að fella niður hnífsblaðið bara með því að losa eitt splitti og fellir það tilbaka og þá ertu bara með klóna án þess að klippa. Árlega eru framleiddir 1200 kranar og 500 vagnar. Allir Kesla-vagnar koma á sérstökum styrktum hjólbörðum fyrir skóa og þeir eru allir með slöngu inn í dekkjunum líka og sérstaklega styrktum felgum. Og þeir bjóða upp á 3 dreifumöguleika með vagnunum. Það þessir glussadreifnu hjól sem fara á milli tandemdekkjana og drífa áfram á glussa. Svo bjóða þeir upp á glussadreif út í hjól og svo þriðji valmöguleik sem ground speed á aflótak. In the beginning I had head rack on this point. It was a little bit difficult. Then I moved it here in the front. I got 50 centimeters more load space and this head rack closer to the crane and loading geometry is much better.